Heil og sæl. Einu sinni var ég stödd á heilsustofnuninni í Hveragerði. Geng þar inn í matsalinn og ætla að fara að fá mér að borða eitthvað græn fóður sem þar var í boði, enda mjög gott. Og þá sé ég að við eitt borðið situr hópur fólks, svona 10 manns, og eru að snæða, en tala ekkert saman. Eru bara einhvern veginn fókuseruð hvert og eitt, stinga upp í sig bita og taka sig greinilega góðan tími að tyggja án þess að eiga bein samskipti. Og mér fannst þetta náttúrulega mjög merkilegt og furðulegt svona að fylgjast með. Og ég var náttúrulega svo forvitin að ég fer að spurja einhvern þarna hvað sé að eiga sér stað við þetta borð. Hvort þetta sé einhverjir kyrrðardagar í Hveragerði. Og þá fékk ég það uppgefið að þarna væri hópur að stunda núvitund. Og þetta væri hópur fólks sem að væri að reyna að ná tökum á mataræði sínu með svokallari núvitund. Síðan þá hef ég oft heyrt talað núvitund og hef svona einhvern veginn ákveðnar hugmyndir það, hvað það er, og þó veit ég afskaplega lítið. Og þess vegna hef ég fengið til mín í dag 2 menn sem að geta sagt mér heilmikið hvað núvitund er og verið hjartalega velkomnir, Brynjar Karl Óttarsson og Jón Baldvin Hannesson, skólastjóri og Brynjar, þú ert kennari og þið, það er langt síðan er það ekki, að þið kynntust þessari, hvað maður ekki segja, hugmyndafræði eða aðferðafræði, hvort heldur er, hvort myndið þið kalla það? Já, ætla sé ekki einhver blanda sko, ef ég byrja þá, en nú ekki rosalega langt síðan að ég kynntist þessu og það var nú eiginlega Jón Baldvin sem kynnti þetta fyrir mér. Ég held að það hafi verið veturinn 2013 til 2014. Okay. Þá kom upp hugmynd að innlega þetta inn í skólastarfi í Giljaskóla þar sem ég var og er kennari og og hann svona stakk upp á því að ég kæmi inn í þessa vinnu og ég kynnti mér þetta aðeins og var strax hrifinn að þessu. En fram að því þekkti ég þetta ekki neitt sko. En ég hef alltaf verið svona andlega þengjandi og haft áhuga á svona málefnum, jóga og menn sem deilum hversu mikið þetta skarast en var opinn fyrir að kynna mér þetta og ég bara hreifst strax af þessu og hef síðan bara verið bæði að kenna þetta í grunnskóla og í framhaldsskóla og sótt námskeið og verið með námskeið. Þannig að það er ekkert rosalega langt síðan að ég svona fór að kynna mér þetta en ég var strax hrifinn og hef nýtt mér þetta sjálfur líka í daglegu lífi. Já, þú væntanlega iðkar þetta sjálfur svona. Já, ég geri það svona, þú veist, einstaklega sinnum, ekki á hverjum degi, sko, en já, ég nota þetta. Já. Þetta er eins og ég er prestur, ég er ekkert alltaf að biðja, en ég bið vissulega bænir. Jó, þú ert alltaf að biðja. En hvað segir, sko, Jón Baldur, sko, þá er kannski eðlilega að spyrja þig, af því að þú hefur svona lengri reynslu af þessu, hvað er núvitund? Já, sko, það eru til lengri útgáfur en langstyrsta skýringin er að núvitund er að ná valdi á athyglinni. Já. Og geta einbeitt sér að einhverju. Ok, ég er að fara að skrá mig á námskeiðu. Þetta er eitthvað sem ég þarf að valda. Þetta er styrsta skýringin. Já. Sko, það má hafa margar útgáfur af þessu en sem sagt, heilin er galdratæki, mjög skapandi. Hann er sagnaþulur mikill, hann býr til heilu skáldsögurnar þegar þú hugsa fram í framtíðina eða jafnvel skáldsögurnar þegar þú ert að lesa hvað var að gerast og hver var að hugsa hvað og hvernig þetta var allt saman. Það sem að gerist er að margir dvelja mjög mikið við að hugsa fortíð og framtíð. Þú ert svolítið að hugsa sko af hverju þetta, af hverju hitt eða hvað var að gerast þarna, hvers vegna og svo framvegis eða þú ert að gera plönum framtíðina eða það þarf ekki að vera langt fram í tíma. Það getur verið bara, þú ert að fara í, segjum bara, æfingu eða leik, íþróttaleik, fyrir íþróttamenn nota þetta mikið eða hvað sem er. Og heilin er oft á tíðum þannig að þú dvelur ekkert við það að vera hér og nú, taka eftir og njóta og fylgjast með. Og í rauninni þá notar öll skilningavitin, sjón, heyrn, bragð, lykt og snertingu og reyndar tilfinningar sem sagt frá líkamannum og hugsunina. Og þú
gerir æfingar í því að nota þessi, við skulum segja, þessa skynjun til þess að vera hér og nú, til þess að taka eftir, til þess að njóta, til þess að gera grein fyrir því að til að þú sért í jafnvægi, þá þýðir ekkert að vera bara í framtíð eða bara í fortíð. Þú verður svona að finna finna núið og vera þar, og því oftar sem þú ert þar, því meiri tök hefur á þessari athygli og einbeitingu. Og núvitund í sjálfu sér ekkert annað en þjálfun í staðinn fyrir að láta heilan virka eða vinna stöðugt bara á þess að hafa neina stjórn, að það er svona, heyrðu, nú er ég ekki búin að vera hér og nú vegna þess að ég er búin að vera alltaf stressaður út af einhverju, mikið álag eða eitthvað sem þarf að gera eða hvað það er. Og núvitundin í rauninni bara að taka þig og þína líðan hingað, af því að hér erum við og þetta er allt í lagi. Já, þetta er að lýsa þessu. John Lennon hefur sem sagt verið búinn að fókusera eitthvað á núvitund sennilega vegna þess að það er svo frægt quote í hans að sem hann segir lífið er það sem gerist meðan þú ert upptekinn að plana annað. Akkurat, nákvæmlega. En hvar kynntist þú þessu? Hvað er langt síðan? Það eru nú sjálfsagt svona 6-7 ár síðan að ég fór eitthvað að grúska. Ég hef lesið dálítið mikið af alls konar efni, mikið tengt sjálffræði, félagsfræði, skólamálum, uppeldisfræði og svona öðru slíku. Allt yfir í alveg sjálfshjálpar, bækur og texta og svona haft áhuga á manneskjunni og hvernig við erum samsett. Og ég fór að taka eftir því fyrir svona, líklega 6 árum að það var algengar maður rakst á eitthvað sem að hét mindfulness eða núvitund. Og var svolítið forvitinn og fór að fikta smá saman bara með sjálfum mér og svo fór ég nú reyndar á námskeið og allt það. En við tókum þetta upp eins og Brynjar reyndar sagði þaðan, svona cirka 2013 í Giljaskóla. Og hreinlega vegna þess að við vorum orðin alveg hreint sannfærð það að þetta geti hjálpað nemendum. Þannig þið tókuð þetta upp í Giljaskóla bara innan skólans sem bara bjargráð handa nemendunum þar. Þið fóruð að kenna nemendum þar að nota þetta. Merkilegt. Já, og það er reyndar þetta kemur öllum til góða sem að læra, ef að þú bara hugsar, það er gott að hafa einbeitingu og athygli í lagi við vissar aðstæður. Í nemendur njóta þess í prófum, bara í samskiptum. Og þetta er mikið notað af íþróttamönnum. Mörg fyrirtæki, stór fyrirtæki eru farin að nota þetta. Hreinlega vegna þess að þetta hjálpa fólki við að vera meira skapandi, vera betri samskiptum, við að njóta betur og vera þakklátt og glatt. Mér finnst líka svo merkilegt, þú veist að segja mér hérna á undan þættinum, þess að áður að þátturinn hófst, þetta með að þú lesið það er hvað 47% af tímanum þá erum við flöktandi í hugsun. Þá erum við ekki fókusera á það sem eiga sér stað í líf okkar hér og nú, er það ekki? Jú, það er rannsókn frá 2010 sem var gerð í Harvard sem að sagði að stór hluti fólks, það var nú ekki sagði, alveg prósentan af þeir sem voru í rannsókninni, er svona rétt hæflega helming tímans með flöktandi athygli. Og þá fær maður smá svona angistartilfinningu og maður fyrir að hugsa bara rosalega að maður fari illa með lífið sitt, eða tímann sinn, skilur allavega, þú veist, ég fæ allavega þá tilfinningu að því ég held að ég kannist alveg við þetta, hvað maður getur verið flöktandi í hugsun og ekki á staðnum, að þetta, hvað maður er svolítið að missa af. Já, ég held að maður sér það eins og hjá nemendum að þau eru voðalega mikið annarkvort að skipuleggja framtíðina eða dveljast við í fortíðinni og við erum öll held ég svolítið mikið í þessu og þetta reyndar snýst ekki það að hætta að skipuleggja sig eða hætta að horfa tilbaka og njóta minningana en við erum bara svo rosalega mikið á þessum tveimur stöðum á kostnað þess sem að gerast akkurat núna
og hérna sko ég segi sko núvitund við erum ekkert að finna upp hjóli, þetta voðalega mikið svona common sense, eitthvað sem að við sem bara manneskjur vitum í hjarta okkar, það alveg rétt, en við erum samt einhvern veginn svo föst í þessum fasa, þessum hraða, þessum látum, lífsgæðakapphlaupið, að við einhvern veginn, við kunnum valla að bara staldra við og njóta litlu hlutana í kringum okkur, sko. Þannig að það þessi rosalega áhersla á að vera alltaf einhvern veginn að skipuleggja framtíðina eða horfa tilbaka í staðan fyrir að staldra aðeins við og bara njóta. Og ég segi fyrir mig, sko, það sem að mér fannst svo magnað og svona ákveðni galdrar bara fólkinn í þessu fyrir mig, að þegar ég fór að temja mér þessa hugsun og svona gera æfingar í tengslu við þetta, að þá fann ég bara hvað ég fór að róast. Bara þessi einfalda hugmyndafræði að staldra við í núinu. Og hérna, já, þá einhvern veginn bara róaðist. Þannig að þetta líka, sko, að því nú berast reglulega fréttir af því að kvíði aukist bara í samfélaginu og ekki síst hjá ungmennum, ungu fólki. Og menn svona vilja kenna ýmsu en ég held að sé nú auðvitað bara vand með farið að finna sökudólga allan einhvern eitt, sko, þetta samþætt eflaust, sko. Fólk talar snjallsímana og allt þetta, en engu síður, sko, staðan þessi, kvíði að aukast, það að segja greindur kvíði, kvíði sem talað og orðaður og þetta væntanlega eitt tæki sem að við getum notað það ekki og ungmenni til þess að þú ert að kenna þetta í menntaskólanum á Akureyri, hérna á Akureyri. Sko, það ekki svolítið til þess að mæta þessu að unglingar að glíma við kvíða? Jú, við teljum það og þess vegna erum við að bjóða upp á þetta. Þetta hluti af nýnemafræðslu fyrir fyrsta árs nemendur. Og auðvitað kannski lítil reynsla komin á þetta en svona mér finnst þetta skila sér. Mér finnst þetta, auðvitað alltaf einhverjir sem að bara loka á þetta, eðlilega og ekki síst á þessum aldri. Maður þarf náttúrulega að vera opinn fyrir allir ráðgjöf og öllu, sko. Já, akkurat, sko. En hérna, ég alveg fékk krakka til mín, sko, eftir tímana síðastliðin vetur sem komu til mín og lýstu yfir ánægju sinni og þeim fannst þetta vera skil árangri og ég trúi þeim, sko. Og hvað getur maður, sko, kennt ungum einstaklingum að nota þetta? Ég meina, hvað getur maður að fara langt niður í aldri? Já, það alveg verið að vinna með börn. Við erum náttúrulega mest þekkjum þau frá 6 ára aldri og það hægt að vinna með þeim alveg á þeim aldri en ég hef líka séð og lesið það sem farið enn yngra. Það gert á einfaldri hátt með öðruvísi æfingum og það ekki farið eins djúpt í útskýringar og svona. En þau finna fljótlega þegar þau gera æfingar að það róar þau. Það róar hugan og líðaninn batnar. Og þess vegna, eins og Brynjar að segja, við erum að þessu af því að það sýni sig, ekki bara við höldum það eru rannsóknir sem að staðfesta það að þegar að svona unnið þá dregur úr kvíða og þegar við byrjuðum, við gerðum samanburðarrannsókn eða háskólinn réttara sagt vann með okkur í Giljaskóla og það var unnið samanburðarrannsókn við álíka stóran skóla og það voru lagða fyrir staðlaga spurningar úr prófum fyrir bæði okkar krakka og þeirra og það sýndi að á tímabilinu sem að við unnum að þá lækkaði eða minnkaði kvíði hjá okkar börnum en ekki í samanburðarskólanum. Okay. Þannig að við eigum meira segja svona litlar rannsóknir hér heima, þetta það flestar erlendar í dag, en þeim fjölgar alveg með veldishraða rannsóknum vegna þess að notkunin eykst með veldishraða. En kannski að bæta við það sem að Brynjar var að tala með áðan hérna eða þú að með þessu, sko, að hvað veldur þessu? Ein lýsingin að segja vestræn samfélög ganga dálítið út á að öðlast eitthvað, annarkvort reynslu eða hluti eða að sækjast eftir einhverju og alltaf að eltast við eitthvað. Þessi gamla heimspeki sem að kannski sumir segja í dag bara austræna heimspekin, hún gengur meira út á að einfalda og njóta.
hún gengur út á það að hérna horfa og vera þakklátur og hérna eftir því sem þú eldir meira því óhamingjusamari verðurðu. Og það alltaf verið að segja okkur óbeint og beint að með því að eiga þetta, fara í þessa ferð og svona, það alveg maður bara þegar maður fer að horfa á auglýsingatímana eða hvað sem þá alltaf verið að gefa okkur í skyn bara oft mjög óbeint að þetta skapi svo mikla gleði og hamingju. En raunin ekki svo. Raunin svo að við förum yfir strikið í því að eldast við eitthvað. Mér dettur yfir bara Jesús hérna sem að ég starfa fyrir í mínu starfi, sko, þú veist, eins og þið að lýsa og tala sko, þú veist, þá náttúrulega bara samræmist það mjög mikið hans boðskap, þú veist, hann hefur greinilega verið mikið í núvitundinni út frá því að, þú veist, að njóta lífsins, sko, í einfaldleikanum, sko, og í tengslum við fólk en ekki með því að sanka að sér hlutum eða veraldlegum, sko, lífsgæðum. Og góðvild óhjákvæmilegur hluti af þessu. Góðvild ekki bara til annarra heldur líka til sjálfsín. Já, nákvæmlega. Að fyrirgefa, að samþykja maður ófullkominn, að vera ekki vansæll í því, heldur bara gera sér grein fyrir því að við erum öll ófullkomin og gera sér samúðin þarna og þetta þarf að vera með til þess að þetta virki vel sem tæki eða aðferð eða hvað við köllum það. Ég meina það segir náttúrulega mikla sögu að sko sjálfsvígum fækkar ekki í vestrænum samfélögum. Sko það er bara, ég hef nú ekki tölurnar alveg beint en það er mjög ótrúlega algeng dánarorsök, sjálfsvíg, orðað það þannig. Og hérna, þannig að það er greinilegt að velmegun dregur ekki úr líkunum á sjálfsvígum. Nei, hún eykur ekki hamingju, hún ekki þáttur í því nema að því marki að koma þér í stöðu til þess að fullnægja grunnþörfum. Þá skiptir velmegun miklu, en þegar þú ert komin þangað og þú ætlar alltaf í meira og meira og meira, þá bætir auðlegðin ekki neinu við. Ég meina, tölur á Íslandi segja okkur að svona alltaf 20 séu allt upp undir fjórðungur eða 25% ungmenna að glíma við eitthvað sem heitir kvíði eða einhverjar geðraskanir. Þetta rosalega hátala, alveg svakalega. Og 7% annarkvort reyna sjálfsvíg eða eru sjálfsvígshugleiðingum. Eða sjálfskaðandi hegðun. Já, og þetta alveg gríðarlega háa tölur. Þó svo að við séum í eina bestu þjóðfélögum heims þegar við horfum á auðlegðina. Já, og bara auðlindir og þessi lífsgæði að það er ekki hér styrjöld í gangi eða það er ekki hryðjuverkaógnir hér, það er skiljið, og það er hreint vatn og þú veist, allt þetta, þá er það samt ótrúlega há tala sem við erum að sjá. Og skjátími, hann beinlínis rannsakaður sem hluti af þessu. Og við erum á brjálæri siglingu í skjátímanotkun. Það er búið að sýna fram á það með einhverjum rannsóknum að það spilar saman eftir því sem þú notar skjáin meira eða ert meira á netinu og í samfélagsmiðlum og svona, þá ertu í meiri óróleika, meiri vanlíðan, meiri kvíða. En þú nefndir að þið hérna áðan þetta með, sem að mér fannst svolítið gott að heyra, verandi sjálf með kvíðaröskun, að sko það væri þetta með að, sem að sko auðvitað maður veit að maður ræður ekki alltaf við hugsanir sínar, maður ræður ekki alltaf hvað hugsanir koma. Og stundum, sá sem kvíðinn, hann refsar sjálfum sér fyrir það að það fari alls konar hugsanir í gegn sem að hann finnst það ekki að fara þarna í gegn, sko. Og finnst það, og stoppar í því og finnst það hræðilegt, sko, og verður kvíðinn. En þarna í núvitund það ekki, þú veist, þá verið að benda á það eða æfa það að það bara alls konar hugsanir sem að fara í gegn en við ráðum hvað við gerum við þær eða hvernig tökum mótið með hvað. Já, sko, það náttúrulega, við ráðum ekki við þetta stöðu að hugsanaflæmi að öllu leyti allavega, þær koma og munu koma. En sko, það sem núvitund segir sko, leyfðu þeim bara svolítið að koma. Það þessi tilhneiging eðlilega kannski hjá okkur að reyna að bæja henni burtu og loka á þær. En það kannski bara eykur kvíðan þegar við förum í þessa baráttu. Vegna þess að þetta eiginlega óvinnandi barátta, sko. Þegar þær koma, en sko núvitund segir leyfðu þeim bara að koma og leyfðu þeim bara að fara aftur svolítið, sko.
og það einhvern veginn þá svona einhvern veginn dregur úr stressi og kvíða álagi bara þegar þú sættir þig við þetta. Þær eru þarna og þú veist, þetta eru bara hugsanir. Þetta er ekkert annað. Þetta er ekki veruleikinn. Og leyfðu þeim bara að koma og leyfðu þeim svo bara að fara. Og þær skilgreinaði ekki sem sko mannesku, þú þarft ekki að panikera. Nei, þú ert ekki hugsanir þínar sko. Nei. Það er svona vist æðruleysi gagnvart í hvernig maður er byggður, að heilin er að virka svona og það bara að vera æðruleys gagnvart í. Alveg eins og þú þarft kannski að vera æðruleys gagnvart í að þú lendir í góðum og neikvæðum hlutum í lífinu. Allir gera það. Já. Og auðvitað er ekkert sko gaman þegar maður er að gangi gegnum erfiðleika og átök og allt það. En maður bara, það er ekki til öðruvísi líf. Nei, það er ekkert annað. Það er ekkert annað í boði ef maður er annað bóð lifir. En sko, erum við líka að fást við það, er nútíma manneskjan, vill hún stjórna meiru heldur en kannski fólk gerði áður? Eða erum við, svona, verðum við alltaf fastar og fastar í því að við eigum að hafa alla þræði í hendi okkar og vera við stjórn í öllu? Eða erum við sko lélegri í æðruleysinu heldur en fólk var áður fyrir það? Hvað haldið þið? Þetta er nú flókið að hafa það, en ég myndi nú sjálfur svona vilja svara því svolítið játandi, sko. Það er, sem dæmi í mínu starfi, ég er stjórnandi, það er verið að kenna okkur alls konar stjórnunarfræði og annað vegna þess að við erum að ná valdi á þessu valdi og tökum á sem sagt, líðan fólks og hérna bara starfsemi og þegar út að vinna með fólk þá er það að glíma við alls konar vanda. Og auðvitað getur maður haft áhrif inn í eitthvað og verið að skapa andrúmsloft sem er jákvætt eða ítt undir eitthvað neikvætt en sko við getum ekki stjórna því að þér eða einhverjum öðrum sem ert að vinna hjá mér líður ekki vel af því að það er svo margt sem getur spilað inn í. Við náum ekki að stjórna öllu þó við viljum búa til flott markmið og leiðir og stefna að einhverju sem er gott, það er gott að hafa stefnu, það er mjög fínt en að vera alltaf dálítið meðvitaður hitt sko. Núvitundarnámskeið snýst mest að kenna fólki æfingar frekar en að þið séuð að flytja ykkur rosa fyrirlestra hvað núvitund sé, þá eru það bara praktísera núvitundar fólki. Já, alltaf eitthvað bland. Það er bland. Sko. Segja frá hvers vegna þetta er gott og hvernig þetta virkar og svona, en svo að gera æfingar líka. Og í rauninni það má líka því saman við það að vera mjög flottur í lífeðlisfræði þjálfunar og þekkja fræðin og allt það en þjálfa aldrei neitt sjálfur. Nei, já. Hvort er betra? Akkurat. Það er betra auðvitað að tilengir þjálfunina og hérna, jafnvel viti lítið fræðin í kringu það. Já. Það er eins með þetta, fólk getur verið voðalega klárt en notar þetta ekki og ef þú þjálfar ekki sjálfa þig í þessu, þá ertu bara með minni stjórn. Þá ertu með meira flögt, minni einbeitingu og minni stjórn. Þannig að þetta er bara þjálfun sem fólk þarf að koma sér upp og það getur verið flókið sko því að koma sér upp nýrri venju í öllum áreitunum og dagana. Það er flókið. Þetta er svona, þú veist, ég ætla að fara að gera þetta en svo gleymum maður að gera það eins og bara með líkamsrækt eða eitthvað. En sko undir hvað kringumstæðum og í hvað aðstæðum getur maður notað þessi tæki, þetta tæki, núvitundina? Ég meina, tölum varðandi kvíða, ég meina, hvar getur fólk, í hvað aðstæðum getur maður verið staddur þar sem að þetta getur gagnast manni? Já, allstað. Ég hef sagt við mína nemendur, sko, það er bæði hægt að náttúrulega að stunda þetta reglulega og svona smám saman að koma sér upp einhverju fyrirkomulagi og verða bara hæfari manneskja til að takast á við álag, en svo getur líka gripið til einstakra æfinga sko, við ákveðnar aðstæður. Ef þú ert að fara að stíga á svið og finnst það erfitt, þá eru nokkrar æfingar til sem núvitund kennir sko. Svona öndunaræfingar og það getur gagnast þér bara akkurat þá, bara aðeins að slaka á og staldra við sko. Já, það er öndunaræfingar til dæmis í þessu sem öndunaræfingar. Já, sko, það er mjög algengt að fara í öndun vegna þess að hún er alltaf hérna til staðar og hún segir þér kannski hvort þú ert að, anda reglulega og svona ekki ört eða stressandi. Sko, þú getur gert hálfrar mínútu eða mínútu æfingu hvar sem er. Það er stundum sagt á kassanum í versluninni, sko. Já. Og engin veit að þú ert
Nei, það verður ekki ábyrrandi Nei, þú þarft ekki að loka augunum. Nei. En þú ert að einbeita þér að því að skynja til dæmis þrýstingin í fótunum eða hvernig þér líður í skrokknum eða hvernig þú ert að anda. Það er bara stutt núvitundaræfing. Þú ert að færa athyglina hingað í staðan fyrir já, ég er að fara heim með þetta og ætla svo að gera. Já. Og allt það. Þannig að þær geta verið mjög stuttar og einfaldar og svo er það lengri kannski og stundum sittur bara og ert ekki með formlega æfingu annað en að sitja bara og reyna að til dæmis fylgjast með huganum eða önduninni eða hvernig þér líður. En stundum er þetta að hlusta kannski á formlega æfingu og lestur eða eitthvað. Þetta sem Jón er að segja, þetta sko núvitund snýst aðalega 3 atriði og svo eru mismunandi útfærslur. Stundum ert að gera æfingu sem að tekur bara á einu, en svona heilt yfir þá er þetta 3 atriði. Það er öndun, það er líkamsstaðan og það eru hugsanir og tilfinningar. Þetta eru svona 3 aðalatriðin og í sumum æfingum ert að fást við þetta allt. Í öðrum ertu kannski bara að hugsa öndunina. Þannig að það er bara allur gangur á því, sko. Ég finn nú bara ég róast að vera með mönnum sem er að stunda núvitund hérna að sitja hérna, en ég finn að þetta er eitthvað sem ég þyrfti að læra. Brynjar Karl og Jón Baldvin, takk fyrir að koma og fræða okkur þetta og bara lifi núvitundin. Takk sem og við kveðjum hérna í dag, sjáumst aftur í næstu viku. Verið sæl.